Þáttur er það sem við margföldum í raun saman. Ef við tökum tölu eins og 24, þá eru margir þættir í henni, til dæmis 4 sinnum 6, þá eru 4 einn þáttur og 6 annar, 2 sinnum 12, eða 2 sinnum 3 sinnum 4, eða 2 sinnum 2 sinnum 2 sinnum 4. Sinnum 3 áttu það að vera. Við getum líka hugsað þætti í algebru. Hér er þetta x einn þáttur og þetta svíinn er annar þáttur. Það sem skiptir máli þegar við hugsum þætti er að til þess að mega stytta, þá styttum við bara út einn þátt á móti öðrum þætti. Þannig að ef við erum með eitthvað svona og svo x plus 1, x mínus 1 kannski hér, þá má ég stytta þetta á móti þessu því að það er margföldun hér á milli, þá er þetta einn þáttur og þetta annar, hér einn þáttur og þetta annar, þá má ég stytta þátt á móti þætti. En ég má ekki stytta x á móti x hér, því að þetta er ekki sitt hvor þátturinn, þetta er einn þáttur. Þannig ég verð að stytta heilan þátt á móti heilum þætti. Og þessi þáttur er ekki eins og þessi, þar af leiðandi má ég ekki stytta þetta. Þannig að hér er endanlegt svar. Það sama gerist í tölum, ef það eru plúsar og mínusar, þá fylgja þeir með ef það er svo margföldun. Í þessu líka með svigum eins og við sjáum í þessu dæmi hér.